Hér fáum við upplýsingur um það að 12% af vasapeningum er 600 krónur. En svo er spurt, hve mikill er þá allur vasapeningurinn? Og í þessu tilfelli erum við þá að leita að heild sem er þá allur vasapeningurinn. Og við ætlum þá að vinna þetta á eftirfarandi hátt. Svona. Heildin sem er óþekkt, sem er allur vasapeningurinn, jafnt og hlutin sem er 600, prósentan sem er uppgefin og svo sinnum 100. Og af hverju gerum maður þetta svona? Ég hef sem sagt þennan hluta, 600 hérna, en það er 12%. Ef ég deili 600 með 12, þá fæ ég út hvað 1% er mikið. Þannig að við höldum áfram, gerum það svona, og 600 deilt með 12, við fáum þá, það er 50. Þannig að 1% er 50. Og sinnum 100, og þá ættum við að fá okkar loka svar, sem er þá 5.000 krónur og það er þá heildar vasapeningurinn.